Það sé ekki sigur í fyrsta leik á Vísvellinum, hvernig líður með þetta? Frábærlega, það svona stór dagur fyrir okkur, fyrsti heimileikur og víja nýjan völl og það var stemming og það voru svona taugar og eftirvænting, þannig að fyrstu 15 mínútur í leiknum voru svona svolítið tæpir og svona þeir stuðu okkur aðeins með tempóinu á sér í pressunni og voru með smá vind í smetti, þannig að svona sem var lúmskur, þannig að eftir fyrstu 15 fannst mér bara að koma helviti vel inn og svona fyrir áleikurinn fannst mér svo bara jafnast út og við svona bara flottir og mögulega en svona á útsett fyrir áleikinn á til svona rétt í lokin, en svo byrjaði seinni áleikurinn, við skorum þetta geggjaða mark og þá verðum við svona svolítið eitthvað hræddir við að vera að vinna og droppum bara, en sko spirit í þessu og henda sér fyrir skot og fyrirgjafir og allt þetta var bara frábært og nú bara einhvern veginn farið úr okkur einhvern veginn að búið með fyrsta leik og eitthvað, þannig að við erum bara mættir, þetta var bara geggjað og vera komið með 60 eftir 3 leiki, það er heldur flott. Þú talar þetta spirit, þú var hjarta og þú veist, andi í þessu mitt. Var þetta léttir að heyra lokaflautið? Já, það var Aron var búinn að eiga einhverja flottustu vörslu sem ég sér og svona við vorum að söffera og með svona meðalhæðina í liðinu sem var eftir inn á hjá okkur, meðalaldurinn á svona öftustu 4-5 sem var bara, var þetta bara geggjað, mér fannst þetta bara svakalegt spirit í þessu og bara stoltur af rosalega mörgum að það inn á þetta. Og það var Affi á annarri löppinni. Í restina allavega? Já, hann fékk einhverja bombu í stríðsmanninn og svo var hann orðinn eitthvað aðeins, hann átti bara stórkostlegan leik, Ási við hliðina á hann stórkostlegur líka, þannig að þetta var svolítið tæpt í lokin. Aðeins þetta mark hjá Sebastian, var svona, heldur að þetta hjálpa honum upp á framhaldið að gera, þetta var gott mark? Já, stórkostleg mark. Hann búinn að eiga 3 núna mjög flotta leiki, flotta frammistöður í því einhvern veginn svona útivellir á móti Val og KR, þetta ekkert grín að standa þarna frammi og vera að djöflast og hann var ekki að vera að taka niður boltann og sóla 3 og skora, hann gerði hrikalega vel inn í dag, sérstaklega fyrir áleik, mörg góð moment og svo skora hann alltaf þetta mark sem að bara, þetta var geggjað leik. Hvernig, það var eitt moment í fyriráleik þar sem ég sást að þú varst pirraður á nýju reglunni, þar sem menn þurfa að vera lengi mínútu út af, var hann miklu meira en mínútu út af, af hverju varstu svona pirraður? Já, sko, mínu menn fóru eitthvað að taka tímann og mögulega byrjaði að taka tímann meðan leikurinn var ekki í gangi eða eitthvað. Þetta er mjög sérstök regla og þessi mínúta, þú veist, já, mér finnst líka að dómararnir þá þurfa að gefa hann smá bríður, bara viltu hjálp, alveg pottþétt, þannig að þetta sé ekki svona, þeir bara kalla á og þá er bara maður komin inn og hann þarf að fara út af í mínútu. Þegar stundum er þetta ekkert meira en eitthvað svona, ég þarf að hristi dammir á 10 sekúndum með það, búið, þannig að þetta verður erfið regla held ég. Hvernig, þú veist, þú talaðir aldurinn aðeins á öftustu línu áðan, Sverrir Páll kemur inn, 2008 strákar sem byrja hann leik, þú eru ánægðir með bara hvernig þeir standa þetta af sér? Já, bara hrikalega flottir. Ég meina, þetta eru strákar sem hafa fullt af landsleikjum, þeir eru múin að spila fullt af stóru leikjum, þannig að við treystum þeim bara til að spila á, þeir gera það bara ótrúlega vel. Þú veist, við erum bara ógeðslega ánægðir með það. Ég er ekkert að standa inn í viðtölum alltaf að segja hvað eru ungir og flottir. Þeir eru bara geggjaðir leikmenn og þú veist, eru með hugafarið, eru með einhvern veginn taugarnar og sjálfstraustið í að mæta bara inn í bestu deildina og spila. Þannig að við vissum það, þannig að það var ekkert stress að vera að byrja þessum gaurum, sko. Það er bara ekkert vandamál. Ási stígur inn í hjartaða vörninni, hvernig er staðan á Ragnar Óla? Það er bara smottir í. Ég gæti bara vel verið að hann sé bara klár strax næsta leik. Bara að lokum, úti í nýja völlin stemninguna, hvernig var að upplifa þetta allt? Já, þetta var bara alveg geggjað. Oft þegar komið svona momentið svona mikil eftirvænting eftir þessu, ég hef alveg heyrt meiri læti í okkar mönnum, þannig að ég held að það hafi verið líka svona svolítið skrekkur í þeim. Þannig að ég held að við getum stigið upp þar líka og við þurfum að ekki að vera að söffara í 40 mínútur í hverju leik núna. Við ætlum að vinna geggjaðu sigur og allt það, en það er kannski óþarfa að
söffra alveg svona mikið í leikum og þá kannski fáum við aðeins minna stressaðri stuðningsmenn í stúkuna. 60 eftir 3 leikir, þú hæst ánægður með þetta, er það lýsing? Já, bara frábært og þú veist, vinna fyrsta leikinn á útivelli, geggjað, fyrsti heimaleikurinn geggjað, þú veist, það er bara, þú veist, maður þurfa að hrista af sér svona einhvern veginn skrekkinn og ná honum úr sér og þá erum við bara drullu góðir. Takk fyrir þetta.